Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Já, og gleðilegt ár. Það við hæfi að rifja upp skemmtilegt nýliðið ár. Það gerum við í þessum fyrsta þætti ársins í Suðurnesja Magasíni. Suðurnesjamenn komu, sáu og sigruðu að venju. Gjörið svo vel. Elenóra Rós Georgsdóttir maður ársins 2017 á Suðurnesjum, en Víkurfréttir hafa valið mann ársins árlega frá árinu 1990. Fyrsti maður ársins á Suðurnesjum var Grindvíkingurinn Dagbjartur Einarsson, útgerðarmaður. Á síðasta ári fékk nafnbótina Stopphópurinn á Suðurnesjum, en hann hefur barist fyrir öryggi og framkvæmdum á Reykjanesbraut. Elenóra 17 ára gömul, fædd og uppalin í Reykjanesbæ og bakaranemi við Menntaskólann í Kópavogi. Hún byrjaði að baka kökur og selja þær þann 7. desember 2016. Elenóra Rós helgaði sig árinu 2017 því verkefni að baka kökur og selja. Hún hljóp líka 10 km maraþoni í fyrsta skipti og nýtti fjáröflun úr því í söfnunina. Ágóðan af sölunni 500.000 króna afhenti hún Barnaspítala Hringsins í lok síðasta árs. Elenóra sjálf með meðfæddan sjúkdóm og hefur því dvalið töluvert á Barnaspítala Hringsins í gegnum tíðina. Vegna þess vildi hún gefa tilbaka og hún segist hafa farið með tárin í augunum út á spítalanum eftir að hafa afhent upphæðina og knúsað hringskonurnar með bros á vör. Og Elenóru grunaði ekki neitt þegar við pöntum hjá henni köku fyrir mann ársins á Suðurnesjum 2017. Kakan verður að vera bleik og með glimmer voru skilaboðin sem Elenóra fékk og við sækjum svo kökuna í hádeginu á laugardaginn og þá setur þú nafnið á manni ársins á hana þegar við komum. Við vorum að sjálfsögðu búin að vera í sambandi við Ragnhildi Ævarsdóttur, móður hennar, til þess að þetta gengi allt upp og svo mætti tökulið Suðurnesja Magasíns Víkurfrétta á heimili þeirra inn í Njarðvík. Unga stúlkan, auðvitað grunlaus en tilbúin með pennan. Hver maður ársins? Tilbúin með pennan? Já, svona, þannig. Kanntu að skrifa nafnið þitt vel? Þetta til að skrifa nafnið þitt þarna. Elenóra Rós Georgsdóttir maður ársins í Suðurnesjum. Þú lofaði mér að skrifa nafnið, skilur það þýr ekki að hætta núna. Já, skrifa nafnið þitt. Já, þú voru að læra að skrifa nafnið. Ég veit þú kannt það. Gerðu það vel. Þegar þú fara á kökuna. Já, það var eins og þetta flotta kökuna mín. Vistu þú af þessu, mamma? Já. Maður þannig að fá smá hjálp. Já, ok. Já, þú voru að vanda þig núna, sko. Já, nú voru tímamót. Það held ég mjög góð tímamót. Ég er búinn að starfa hjá þessari stofnun í 50 ár og hefur líka það vel. Og það náttúrulega viðeigandi að koma hér í heimahöfnina mína á þessu tímamótum. En ég byrjaði hér fyrir 55 árum, þegar 15 ára stráklingur að fara á síld. Og síðan einhvern veginn þróaðist þetta í gegnum námið að ég endaði hjá Landhelgisgæslunni. Það eru 50 ára morgun. Já, hvernig gerðist það að þú ferð til starfa hjá Landhelgisgæslunni? Það var þannig að við félagarnir vorum voru nokkuð margir hérna á Suðurnesjunum í stýrimannaskólanum 1967 og allir í fiskimannadeildina. En skólastjórinn skoraði okkur Árna Eydin Vikarson að fara upp í farmannadeildina. Og við þurftum að ná okkur í 6 mánaða siglingatíma til þess að komast upp í farmannadeildina á varðskipi eða flutningaskipi. Ég komst að á Maríu Júlíu og ég ennþá að ná mér í siglingatíma.
hvernig hafa þessi 50 ár verið hjá Gæslunni? Þú ert til sjós en þú fer líka í flugið. Ja, það hefur verið þannig sko, menn rótir á milli. Þú ert bara alltaf í skólanum hvar þú ert. Hvort það er til sjós, hvort það er fluginu, hvort það er stjórnstöðinni, skrifstofu eða sérverkefnum. Og hérna, það má segja þetta sé mjög góður skóli. Ég var lengi, 9 ára eiginlega samfleytt á þyrlunum og það var mjög gaman að vera þar og mikil uppbygging eftir slys sem við orðið fyrir. Þá fannst mér bara tímabært að fara á sjóinn eftir. Þú tókst þátt í björgunaraðgerð á Snæfellsnesi, þar sem að bátur Sandgerði Barðinn fór upp og var giftusamleg björgun. Hvernig var sú upplifun? Þetta er bara eins og allt sem að tekur að sér. Þetta voru erfiðar aðstæður og þegar við sáum hvernig var umróts í fjörunni, þá áttum við ekki vona að vera neitt líf þarna, en svo bara sjáum við hendi koma út úr glugga og samheldin áhöfn sem að gerði þetta. Við vorum bara mjög góður í þjálfun og við vorum svona að berjast við að fá verkefni fram til göttunum. Þannig að þetta voru tímamót í flugdeildinni, þessi björgun. Og þegar það reynir á menna þá bara er ekki þannig að láta adrenalíni renna og halda áfram og þetta gekk 9 manns. Foreldramótnar er verkefni sem við byrjuðum með fyrir það bil 3 árum síðan. Og það er aðalega hugsað fyrir foreldra sem eru í fæðingarorlofi, en auðvitað eru alltaf allir velkomnir. Og þetta er svona fræðsla sem við erum að bjóða upp á og svo líka bara samvera. Þannig að foreldrar geta komið og bara búist til tengslanir til dæmis. En það eru auðvitað mikið af nýju fólki sem er að flytja inn í bæinn. Við vitum það er gífurleg aukning. Og þá er mikilvægt að geta mynda tengsl. Og við tala nú ekki fólk sem er í foreldraleyfi eða fæðingarorlofi, að það hættir í til að einangrast. Og svo finnst okkur líka bara mikilvægt að geta miðla svona alls konar fræðslu og því sem að tengist bókum og ekki bókum, ekki endilega. Þetta er líka bara menningarlæsi, samfélagslegt læsi að taka þátt og vera með. Ég byrjaði með fekk þessa hugmynd fyrst þegar ég kom að vinna hérna. En það var vegna þess að ég hefði verið að fylgjast með foreldramótnum annars staðar. Og þetta eru verkefni sem að mörg bókasöfn annars staðar á landinu eru með. Og við erum duglega að miðla alls konar hugmyndum á milli okkar. Þannig að við vildum bara prófa þetta hérna og þetta hefur ekki verið með þessu sniði hérna áður í bókasafni Reykjanesbæjar. Líftækni fyrirtækið Algalíf hefur fest kaup á núverandi húsakynnum fyrirtækisins á Ásbrú í Reykjanesbæ. Áður leigði félagið húsakostin af þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar, en með kaupunum kemur til Íslands ný erlend fjárfesting upp á 350 milljónir, en norskir eigendur fyrirtækisins hafa þegar fjárfest rúmlega 3 milljörðum króna í fyrirtækinu. Kaup á húsnæðinu festir starfsemi fyrirtækisins á Íslandi enn frekar í sessi, en Algalíf er leiðandi í heiminum í ræktun á örþörungum og framleiðslu virkra efna úr lífmassa þeirra. Við hittum Orra Björnsson, framkvæmdastjóra Algalíf, og fengum hann til að segja okkur frá fyrirtækinu. Algalíf er örþörungafyrirtæki. Við ræktum örþörunga og búum til úr þeim fæðubótarefni sem kallað er astaxanthin. Við byrjuðum 2013 hérna og höfum verið að stækka raunni frá fyrsta degi og erum svona við það að ná fullri stærð. Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu? Við erum 34 eins og er. Og eru það þá sérfræðingar eða? Já, það ætla ekki meirihlutin sérfræðingar, en þeir sem eru í framleiðslunni eru líka sérfræðingar því þetta er það flókið ferli. Og hvar eru við stödd núna? Við erum inni í græna salnum, þar sem við erum að rækta þörungan á svona fyrsta stigi í framleiðslunni. Þar er verið að fóðra hann mikið og fá frumuna til að skipta sér og hér verður hraðasti vöxturinn og flestar frumuna verða til hér á fyrstu 7 dögunum. Og hvaðan kemur hugmyndin? Hvaðan kviknaði hún upphaflega? Hugmyndin kemur frá Noregi og þetta er náttúrulega þannig sé þekkt efni og þekkt vara, en hugmyndin var alltaf frá upphafi að fara til Íslands vegna þess að hér eru aðstæður nokkuð góðar fyrir ræktunina. Og hvað er það sem gerir Ísland að góðum stað fyrir ræktunina? Það er kuldinn, hann er mjög góður. Við erum hérna inni í sal sem við erum að kæla niður allt árið og það verður mikill hita lýsingunum sem við erum með og þess vegna er mjög gott að hafa tiltölulega lágt hitastig og ekki síður að það frekar jafnt. Það er kannski +20 og -10, meðan kannski í Skandinavíu ferði í -30 og
og pluss 30, þannig að hér miklu þægilega að stýra hitanum. Mikil fólksfjölgun og hraður vöxtur í atvinnulífinu hefur verið áberandi á Suðurnesjum undanfarin ár. Vogar á Vatnsleysuströnd, fámennasta en næststærsta sveitarfélagið landfræðilega séð á Suðurnesjum, hefur ekki farið varhluta af því en á næsta áratug útlit fyrir að íbúafjöldi þrefaldist í sveitarfélaginu. Margir aðilar í atvinnulífinu horfa til svæðisins og nú hefur Ísaga 99 ára gamalt fyrirtæki opnað umhverfisvæna verksmiðju sem kostar 2,5 milljarða. Hún mengar ekki neitt og Ísaga mun flytja alla starfsemina í Vogana á næstu árum. Ásgeir, þetta eru mikil gleði tíðindi fyrir ykkur hér í Vogunum. Já, það nú heldur betur. Þetta stór og merkilegu dagur hjá okkur í dag. Hér náttúrulega komin inn ný verksmiðja sem glæsileg í alla staði, tæknilega fullkomin, umhverfisvæn, töluvert mikil fjárfesting og mun alveg örugglega hafa á talsvert áhrif á okkar atvinnu uppbyggingu til langra framtíðar. En hvað segir bæjarstjórinn nýja stóra verksmiðju í ljósi dapurrar reynslu nágrannanna í Reykjanesbæ? Já, það nú heldur betur. Það náttúrulega dálítið magnað að fá, maður getur auðvitað sagt að þetta sé ákveðin tegund af stóriðju eða iðnaði auðvitað, en hér andrúmsloftið sem við öndum á okkur, það afar hráefni, auk þess sem að vatn og rafmagn notað og útblásturinn hrein og lyktarlaus gufa, þannig að það verður nú ekki mikið umhverfisvænna. Þeir hafa verið að prófa prufukera verksmiðjuna hér upp á síðkastið í alls konar viðurskilyrðum og þar á meðal í Lognis og stundum nú hérna þrátt fyrir allt og það heyrist nánast ekkert í þessari verksmiðju og útþynningin á gufinu frá strampunum svona 1 meter. Þannig að þetta að því lítinu til mjög öflug og merkileg starfsemi sem hér komin. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Skötumessa í Garðinum orðin árlegur og magnaður viðburður. Við erum að tala góðan mat, illa lyktandi, en mikið fjör á skemmtilegu kvöldi í Garðinum. Skötumessan hefur verið haldin nokkur undanfarin ár í Garðinum en með henni safnað fjármunum til góðra málefna á Suðurnesjum og víðar. Þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson fer fyrir félagsskap sem hefur látið gott af sér leiða með skötumessunni í 15 ár. Hvað það sem dregur fólk hérna? Ég held að sé bara fyrst og fremst gott málefni sem við erum að styðja, sem eru fatlaðir á Suðurnesjum og reyndar víðar. Og svo það bara þessi frábæri matur sem allir elskar, skatta og saltfiskur og plokkfiskur. Og það það sem fólk að sækjast eftir. Og við Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur sem ætlar að tala eftir, sagði við ætlum að borða fólki til blessunar. Smári, til hamingju með sýninguna. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu ekki sáttur með viðtökurnar? Jú, ég mjög sáttur. Þetta búið að vera alveg frábæra viðtökur og líka bara rýnin frá stjórninni eða dómnefndinni frá Þjóðleikhúsinu. Mér finnst hún alveg glæsileg og þetta er bara mjög flott og góð viðurkenning finnst mér. Segðu mér aðeins frá Mystery Boy. Mystery Boy hann dálítið segur karakter. Hann fæddist fyrir 18 árum síðan inn í herbergi hjá mér þegar ég átti að fara að sýna. Ég var með einhverja tónleika og ég var svo kvíðinn að ég bjó til hennan karakter sem geti verið upp á sviði sem væri að geti sett með sólgleru, færi einhver fyndin föt og það myndi taka allan svona athyglinna eiginlega af því sem ég var að gera því ég gæti einhvern veginn dreift þessu þannig fæddist hann svona til að losna við kvíðan við að fara upp á sviði sko. Og síðan hefur hann fylgt mér í gegnum árin og alltaf þegar ég svona hef verið óákveðinn og kvíðinn þá hef ég oft leitað til hennan
karakter sko, ekki bara þegar ég var upp í svið, bara þegar ég bara í venjulegu lífi sko. Er Mystery Boy núna í þér? Já, hann verður alltaf til sko og verður alltaf góður vinur minn sko. Og ég mun setja upp sólgleraugun og örugglega oftar í lífinu þegar ég þarf á því að halda sko. En það bara gott að geta gripið í eitthvað svona til að geta hjálpað sér og sem bara staðan fyrir að ég færi kannski í áfengi sko. Það náttúrulega, þá get ég bara talað við Mystery Boy og hann náttúrulega búinn að fara með mér í gegnum margt. En hvers vegna Mystery Boy í þessari sýningu? Þessi sýning, þegar ég kom úr meðferðinni, þá var ég á því að ég þurfti að bara losa mig alveg við þennan karakter sem ég var búinn að búa til. Og ætlaði að búa til stóra tónleika sem hét Dauði Mystery Boy. Og byrjaði að skrifa þessa tónleika og svoleiðis og þegar ég fór svona inn í ferlið, þá sá ég að þessi Mystery Boy karakter mun alltaf vera í mér og það myndi ekki vera gott fyrir mig að losa mig alveg við hann, heldur að reyna að hjálpa honum. Já, það er við hæfi að nota fyrsta sólardaginn í sumar, eða þannig, til þess að kíkja í eitt fallegasta garðinn á Suðurnesjum og við erum hérna við Freyjuvelli í Keflavík og hér eru þau Þórunn og Hannes og mér skilst að Hannes, að þú sért nú eigandinn af þessum garði, hún er bara meðeigandi. Ég gerir náttúrulega bara alltaf sem mér er sagt. Já. Svo fer ég út að vinna. Ég er svona 12. Já, 12. Ég er 12. Ég hvet hann áfram og gefur hann kaffi og stundum bjór. Já, þá gengur þetta nú betur. Já. Þá væri ég viljugri. Það ekki? Hvernig gerist svona lag? Á mörgum árum eða? Sko, þetta er búið að taka okkur. Við kaupum húsið 2004 og fyrstu 1-2 árið þá var maður svona eitthvað að reyna að basla við að halda í það sem var eiginlega bara þessi hluti palsins. Já. Og svo þetta var nú eiginlega svolítið skemmtileg saga sko. Málið var það að við fluttum hingað og ég bara saklaus maður úr Kópavogi og ákvað að fara og heilsa upp á nábúann. Já. Sem á þessum tíma var bæjarritari líka. Og hann tekur mér nú vel og tók í hendina á mér og kynnti sig og ég kynnti mig og svo segir hann og lappar aðeins út fyrir á hurðinni og segir en hér það nú ýmislegt að gera. Og ég bara hváði við og hvað þarf að gera? Já, það þarf nú að rífa þessa steinkistu og svo þarf nú að taka planið og gera þetta svona sómasamlegt. Og ég hugsaði, já, eins gott að hlýða bæjarritaranum. Svo ég fór í það, 2 árum síðar, þá reif ég steinkistuna og flísaði planið. Og svo var svona hekk fyrir framann sem ég ákvað og úr því að byrja að rífa það í burtu og ætlaði að láta það nægja. Og svo bara slá grasið og vera ekki til einhverju blómarækt eða einhverju vesinni sko. Og svo náttúrulega kom alltaf upp einhverja hugmyndir, já það væri nú fallegt ef og þá var ég komin út leið og hún sagði það sko. Og þetta eiginlega hann svona, hvað maður segja, hann þróaði svolítið svona utanfrá og inn í garðinn sko. Og við vorum búin að prófa að vera hérna með reynitré hér og þau eru öll komið þangað og svo þegar þessi pallur er byggður þá var ég eitthvað í einhverju voða bogatilfinning. Já, þetta er bogadreið og þetta var nú eiginlega meira spurning hvort ég gæti smíðað í boga eða ekki sko. Já. Og mér tókst það nú. Og svo hefur þetta verið svona bara að þróast smátt og smátt. En þú teiknaðir Já, ég skissaði þetta allt upp. Teiknaði þetta allt upp, já. Hann náttúrulega innanhúsarkitekt, þannig að hann vissi hvað hann var að gera. Já, þetta er úti. Já, ég veit það. Já. Það nýtist alveg. Já. Það kann ágætlega við sér. Já. Og svo var þetta, sko, þetta var einhver svona hugsun þegar við komum hérna inn fyrir að við hefðum svona, hvað maður segja, inngarð og útgarð. Maður sér þetta oft í Bretlandi, þá hafa þeir sko garð nálægt sér, þeir hugsa svona eitthvað smávegisum, svo það er einn fyrir utan sem að sér bara svolítið sig sjálfur. Já. Og það var einhvern veginn hugsun í þessu og svo var líka það að setja upp svona hús að því að sólinn hún kemur hérna og svo hún komin þannig svona 8-9 leitið, þá hún svolítið farin. Já. Og þá hugsun við að það væri sniðugt að hafa eitthvað svona þar sem við getum bara sest út og notið aðeins sko. Og þá setti ég þetta bara inn í pallin og byggði eiginlega svolítið út frá því. Já. Og það hefur virkað vel. Við allavega notum þetta rosalega mikið og bara mikið á vetuna líka sko.
Guðmundur Ragnar Magnússon tók þátt í björgunaraðgerðum við afleitar aðstæður í Helguvík aðfaranótt síðasta laugardags þegar sementflutningaskipi Fjordvík strandaði á leið til hafnar. Borð voru 14 manna áhöfn og hafnsögumaður frá Reykjaneshöfn. Það var hlutverk Guðmundar að síga niður í skipið, stjórna aðgerðum þar og koma öllum 15 skipbrotsmönnunum heilum upp í þyrluna. Guðmundur, sem ættaður úr Garðinum, hefur starfað hjá Landhelgisgæslunni í 12 ár og á þeim tíma hefur hann meðal annars einu sinni áður komið að jafnstóri björgun, þegar 15 skipurum var bjargað af skipi suður af landinu. Hvernig er svona þessi daglega vinna sigmannsins? Þegar við erum á vakt þá er það nú eiginlega bara þannig að við æfum einu svona dag og það náttúrulega krefst undirbúnings. Við þurfum að finna það sem þarf að æfa og það þarf að undirbúa það og svo náttúrulega förum við í æfinguna og gerum það og það er náttúrulega mismunandi sem við æfum. Við æfum að bjarga á fjöllum, bjarga úr sjó og björgunarbátum og skipum og þetta gerum við bara aftur og aftur eins oft og þarf. Menn þurfa að vera svolítið geggjaðir til þess að láta sig húrra út úr þyrlunni við mjög erfiðar aðstæður? Nei, ég hugsa ekki sko. Ég held að menn þurfi frekar að vera svona jarðbundnari. Þetta er ekkit endilega starf fyrir þá sem eru miklu spennufíklar af því að það er afskaplega sjaldan að það sé mikil spenna í gangi og það sem kann að líta út fyrir að vera mjög spennandi og svona spontant kannski fyrir aðra þetta er allt saman mjög kontrollerað og aðstæður við erum alltaf að vinna í verkferlum og það er allt samkvæmt bókinni sko. Nú ímynda með sér þið æfið daglega en svo þegar koma upp þessar raunverulegu aðstæður eins og núna á föstudagskvöldið þetta er samt einhvern veginn allt öðruvísi heldur en það sem þið eru að gera á æfingum þegar að raunveruleikinn blasir við. Já og nei. Það er náttúrulega auðvitað þarna ráðum við ekki aðstæðanum. Á æfingunum ráðum við hvernig aðstæðanar eru og við getum hætt þegar við viljum. En í alvörunni þá er allt öðruvísi og eins og ég sagði þá erum við alltaf að vinna í verkferlum. En það sem getur gerst að það getur komið upp atvik í útköllum sem rjúfa keðjuna eins og til dæmis ef maður slasa sig þá einmitt á æfingu þá er æfingunni bara sjálf hætt. En það þarf í alvörunni þá verður annað að klára verkefnið eða þá að fá einhvern annan í það. Hvernig ert þú að undirbúa þig sem núna kemur útkallið á ykkur og þið eru komin í Helguvík hálftíma síðar? Já. Hvernig ert þú að undirbúa þig á leiðinni? Á leiðinni er ég aðalega undirbúa mig með því að bara safna upplýsingum af vettvangi. Við fáum upplýsingar af vettvangi fyrst í gegnum stjórnstöðuna okkar sem er í sambandi við vettvang. Og síðan þegar við erum sjálfur lagðar af stað, þá erum við í beinu sambandi við vettvang. Og þá erum við að safna upplýsingum um veður, hvernig skipið liggur. Og í þessu tilfelli þá vissum við ekki hvernig skipið leit út einu sinni, en oft erum við búnir að veða okkur út þær upplýsingar. Og svo bara maður bara hugsaður sína þjálfun og verkefnið og bara undirbúa sig fyrir það, þannig. Þetta er risastórt verkefni vitandi af 15 mönnum sem þarf að í þessu tilfelli hífa upp í þyrluna. Já, það er mjög stórt verkefni. Mjög sjaldgæft að við þurfum að fara í svona stórar bjarganir. Flestum tilfellin þegar við erum að hífa skipin þá erum við bara að hífa einn og hann er þá yfirleitt slasaður eða eitthvað þannig. En þarna var bara lífbjörg eða mannbjörg eða náðu þessum mönnum frá skipinu og við erum svona að sjá fyrir okkur alls konar sviðsmyndir í því, hvort við þurfum að taka bara helmingin á áhöfninni og fara síðan og skila þeim og sækja síðan hina eða hvort við getum tekið alla í einu og þetta er bara, svona fer undirbúningunum fram bara. Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, nýráðin verkefnastjóri fjölmenningarmála í Reykjanesbæ. Þetta er alveg splunkunýtt starf. Já, ég var svo heppin að fá að vera í þessu starfi, vera valin til þess að sinna þessu. Ég byrjaði hérna í síðasta mánuði sem verkefnastjóri fjölmenningarmála og finn alveg hérna væntingar og svona mikla velvild til starfsins, þannig að það bara fær mjög gott start, það verður ekki annað sagt. Ég ætla að skjóta einnig svona spurningu í byrjun sem að tengist þessu beint. Þarftu að tala mörg tungumál eða? Nei, ég hef alltaf séð þannig að þetta
Sko, tungumál, nei, þú veist, við erum með túlka og ég kann að tala, þú veist, með túlk, þannig mér finnst það mikilvægt. En ég líka svolítið að vinna með starfsfólki Reykjanesbæjar og styrkja okkur í þjónustu við íbúa Reykjanesbæjar af erlendum uppruna. Ef að ég ætti að vera starfsmaður sem að myndi þjónusta öllum erlendum íbúum Reykjanesbæjar, þá væri mínum kröftum ekkert mjög vel varið, þá var ég mjög fljót að drukkna í verkefnum. Þannig að auðvitað þarf ég ekki að tala mörg tungumál, en ég þarf að hlusta vel á hvaða tungumál sem og hvernig sem það talað. Og ég tel mig vera nokkuð góð að því. Leiðu þakkum fyrir áhorfið. Viljum við minna ykkur á að ef þið viljið fylgjast vel með á Suðurnesjum, þá að gera að fylgjast með í miðlum Víkurfrétta. Við erum með vikulegt fréttablað sem kemur út í hverri viku á miðvikudögum og fimmtudögum. Við erum með daglega fréttir á Víkurfréttavefnum www.vaf.is og við erum að sinna golfíþróttinni á kilvingur.is. Nýjar golffréttir alla daga vikunar og ársins. En ef þið hafið góðar ábendingar efni í okkar miðla, þá vinsalast senda okkur ykkar hugmyndir, við þykjum það. Þennan þátt og eldri þætti getið séð á hringbraut.is og á Víkurfréttavefnum waf.is. Við þakkum fyrir að sinni, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl.